Ég var að lenda í mómentið bara þegar við löpum inn í húsið sem að ég þurfti að fara á klósettið og ég fer inn á klósettið og það Pía sem að þrífa klósettið og strax eitthvað svona moment þar sem ég fæ svona Halló, lækki í græðunum Halló og ég segi Var hún að þrífa strákaklósettið? Hún var að þrífa strákaklósettið, ég fór ekki að kunna klósettið Nei, þú veist og ég fer inn og ég bjóst við því strax að hún myndi svona já, ok, þú veist bara fara út Nei Nei Áttu von á því? Ég held allavega annarkvort var ég að fara að bíða eða ekki, en ég ákvað bara, ég fer bara á básinn og fer á básinn og samt eitthvað, veist, að því ég ætla bara að segja uppátt, ég þurfti að fara að kúka sko. En hún sé ekki vön því jú, en síðan fór ég bara að pissa og meikaði ekki að setjast niður fyrir ég heyrði að hún var að fara Býtu, hvað segirðu? Stóðstu og beðst eftir hún fóst? Ég bara pissaði og var standandi og var svona, og síðan heyrði ég hann að fara þá setti sér niður ég fór að hugsa þetta svona eins og þegar fólk hefur ekki lent í því að maður kannski að labba í kringlunni eða inn í einhverju búðu og það einhver að skúra þú veist, hver eru mörkin á því, hvenær má maður byrja að labba aftur á því gólfi Já þú veist, það að því ef þetta í almennings rými hvernig máttu byrja að labba aftur, getur ekki einhvern veginn, þú veist, er þetta ekki vanlega aðstöðan svo getur svona tekið einhvern sveig Nei, segjum að sé vera, þú ert að labba inn gang en það búið að, hún að skúra gangin og þú þarft alvarlega að komast í herbyggja á ganginum og veist, maður svo mikið dykk maður svo mikið dykk ef maður fer beint í bleituna en samt einhvern veginn væri ógeðslega grillað að vera eitthvað, það er að býða það þotnar allt svo sporist ekki út þannig að þetta bara það sem ég var að spá í þegar við löpum inn ég er ekki með neinsvör, ég veit ekki hvernig er viðeigandi að stíga á ný þrifugóli ég var að þetta með fara einhverja klósetum já, ég er að fara í þannig að ekki líka dick move af mér, hún að þrífa klósettið og að henda fara og kúka rétt áður en að hún þrífa klósettið þarf ekki að líða einhver smá tími milli þess að ég eitthvað en það ekki meiri dick ef að fara á klósettum leiðunni búin að þrífa sko ég held að þessu að taka ómikið til þér hennar ég held að hún sé bara að þú veist, þrífa klóstið að það á að gera það bara algjörlega eitthvað, bara by the clock þú veist á 2 tíma frestið eitthvað henni er skítsama hvort þú kúkar undan eða eftir eða eitthvað og hún alltaf er aldrei að fara að færa sig þegar þú kemur inn á klóstið og þú veist, ef hún starfar við þetta hún lítur bara, henni er búið alveg sama þótt þú setja kúka, hún er bara með þær eru alltaf með eitthvað bara AirPods í eyrunum að hlusta bara á eitthvað trapp já En ef ég yfirfæri þetta bara, við varum heima að mér og ég væri núna að fara að þrífa klósettið. Það allt annað maður. Er það? Ef ég er að fara að þrífa... Ef ég væri gestur á þínu heimili og ég væri að fara á klósettið og þar væri þú inni, ólæst þú eitthvað svona að þrífa klósettið. Þá væri fáránlegt að mér að bara setja sig niður og byrja að kúka. Það væri líka ógeðslega skrítið að ef við værum heima að mér að ég væri bara að þrífa klósettið alveg engu samhengi við hvað við erum að gera og þú myndir labba inn og horfa í augun á mér og það væri svona yfirþyrmandi orka frá þér þar sem þú væri eiginlega að segja ætlar ekki að fara út að já, ég veit ekki þetta er bara svona það sem ég var eitthvað þrífa baðið því ég man alltaf eftir, þegar mamma var að skúra heima back in the days mátti maður aldrei labba á gólfinu fyrir en það var orðið þurft því þá annars kom svona sokkaför á parkettið sko mér það er allt annar hlutur það er allt annar hlutur fair enough, þá er það bara basic dæmi svaraði ég spurningunni? Já, búin að svara spurningunni og þetta er alveg fullnægjandi svar í bili allavega sko, varandi þetta dót þetta er svona bara það sem ég var að hvort það þyrfti að líða einhver tími á milli
milli þrifa eða eitthvað svona, hvort maður þyrfti að vera einn. Af hverju ennþá svona ótrúlega vandræðalegt að skýta þegar einhver nálægt manni? Það ekki. Það þarf ekki að vera það. Já, en samt. Þú veist, hvað meinar með nálægtir? Tökum sem dæmi. Bara almenningsálitni? Já. Bara, þú veist, þú ert ég tók einhvern tíma... Þú ert á flugvelli og ferð inn á bás og það eru 2 inni eitthvað, þá þú veist, maður reynir einhvern veginn að hafa ekki læti, skilur þú? Sko, ég tók einhvern tímann, ég man ekki nákvæmlega hvenær, bara mjög meðvitað ákvörðun það að vera alveg drullu fucking sama að kúka í basically bara hvaða klósett sem Já, líka í partíum og... Sko, þá kannski hugsa ég mig til, nei, ég gera það samt alveg. Já. Þú veist, það kannski aðalega bara upp á hvort ég sé að gera alltaf einhvern grikk með að vera að kúka, já, meira að meina, sko, svona almenningssalerni, þú veist, að vera inn á, þú veist, í bás og þú veist, það fólk út allt og allt heyrist og lyktin finnst og allt það. Ég verð ekkert eitthvað, þú veist, self-conscious og lítill í mér. Ég bara sitt og bara drulla. Ég bara stoltur af þér. Já, minnst þetta ljóma eins og svona frelsi. Já, það líka sem ég að segja að það alveg ótrúlega hamlandi að vera, eins og þú segir, svona feimin á klostinu, þú veist, að því að you gotta do what you gotta do, maður, og veri í einhverjum aðstæðum þar sem að þú ert búin að, sko, koma þér í fyrsta lagi inn á klostið, að þú veist alveg hvað það er að gera, og svo ertu komið ángað og þá ertu bara, ég get ekki gert nákvæmlega, þú veist, það sem að það er einn hlutur sem að mér langar og ég þarf að gera þú veist, ég get haldið í mér áfram og þú veist En upplifuru sko, ást í svona sameiginlegri pissuskál með mönnum hefur lent í svona að fá svona blokker Já, svona kvíða Nei, svona, ég man ekki hvað heitir bara svona feimna blöðru held ég Já, feimin blöðru Já, en þá get ég í grunninn ég með feimna blöðru en ég sko kannski á svipum tíma og ég ákvaða á svipum tíma og ég ákvaða þú veist, yfirstiga óttan minn við að skýta á almennsklósti þá svona fór ég líka held ég að vinna í einhverju sjálfur Já, eða þú veist ég kalli þetta ekki möndru en þú veist það svona þegar feimna blöðran að minna á sig þá get ég einhvern veginn svona hálfpartinn komið mér í eitthvað hugarástand og þú veist komist yfir þetta en stundum get ég það ekki stundum ég bara stend ég bara þú veist og það kemur ekkert piss út tippið á mér sem það eina sem ætti að vera að gerast þú veist ég stend í klósett skál bara eina sem ég að gera að halda á tippin á mér og þú horfa fram fyrir mig og svo bara það svo fyndið hvað að gerast bara í þú veist taugakerfinu bara það einhver boðefni frá heilanum sem eiga sér stað og þau eru bara no piss no helst boðefnin í heilanum og þau eru bara þú veist bara þau eru basically bara þú ert ekki að vera að pissa hér en síðan ef maður heyrir í til dæmis ég var með þetta vandamála ég ekki með það lengur ég einmitt líka held að ég bara einn daginn var mér alveg sama en ég hef aldrei verið sko, þetta tengist ekki til dæmis spýrhæðslu á neitt nátt Nei, ég held að þetta tengist ekki bara einhver svona allir menninir sé að horfa á til hann á mér en samt einhvern veginn meira þess að bara ef það hefur verið manneskja bara í kannski þetta líka svona stressvaldur eins og maður var að pissa á efriðan á prikinu og það var einhver að bíða eftir klóstinu og þá var maður svo, þú veist Já, það er náttúrulega líka smá pressa sko. Basically að segja, drífa sig sérstaklega líka þegar röðin svona þú veist það er bara gaur í röð fyrir aftan þannig að andon í hálsmáli að þér þá alveg held ég eðlilegt þú veist að verða pínlítið svona eitthvað svona stressaður af því að líka það að fara á klósetti svona, ég veit það ekki þú veist, þetta á að vera prívat Já, nei, þetta, sko, Jú, þetta ánáttúrulega í grunni, þetta náttúrulega oftast prívat, þú veist, inn á heimilinu og allt það, en þetta á líka að vera svona pínu huggulega töfn, þú veist, meira það að vera en almenningsklósetti í básum getur alveg verið það, ef þeir sama að það sé fólk í kringum og það heyri, þú ert samt, þú veist, inn í einhverjum litlum kassa, alveg í friði og að nægu klósettpappír og það klósett, þú ert með allt sem þú þarft einhvern veginn þú veist, og það getur alveg verið pínu hugulegt en ef þú ert, þú veist, bara talandi klósettið á prikinu á efri hæðinni þú veist, það bókstaflega gaur andon í hálsmála þá það ekki einu sinni pínu hugulegt þú veist, það eiginlega ekkert hugulegt við það Hef ég frekar valið bari og veitingarhús út frá klósettum heldur en stemmingu sko. Það mjög legit og til dæmis svona 101 hótel
Ég farið bara dýrari bjór en sko á klósettinu Hvar aftur 101? Það þarna fyrir neðan gamla bíó þarna og labba Já, arinn og allt svona get fancy og bjórinn kostar sem alltaf með vesen út á decibela háaðanum í gamla bíó. Já, þeir hata þegar fólk skemmt sér aðeins lengur enn til 10 Hata háa hata íslenska tónlistamenningu en erum við geggi klósett solid klósett sko solid klósett og líka þú veist dýrka þegar maður fær svona lítil hangklæði eða svona þvottapóka eitthvað sem búið að svona þú veist það búið að rúlla upp og næstu því setja svona gjafa borða utanum þetta svona ertu velkomin hingað heyra í þarna strákunum á prikinu með þetta að setja svona litlu þvottapóka á prikinu en veistu hvað mér finnst ógeðslegt mér finnst svona sápustykki ógeðslegt fyrirbæri já mér finnst bara að þú veist heldur að skíturinn festist á þeim? Nei, en þú veist, að hluta til að því alltaf það síðasta sem gerist er að þú leggur það frá þér manneskjan sem var að nota sápustykki og var á klósettinu er þú veist að þrífa skítinn af höndunum og það er ekki nema að væri eitthvað svona að þrífa sápuna Nei, en sko og það væri bara að nutta þá með annari sápu eða eitthvað, ég veit það ekki skólar ekki sápuna skólar ekki sápuna ég nota bara ekki svona sápu mér finnst það bara sorry, sko, mér finnst það bara frekar en ef þú hugsaður umhverfi og svona þetta er alltaf mikið umhverfi svona sko. þetta er einhverja plast dispenser, er þetta ekki þannig hann ég er alveg 100% samanlega sápustykki ég held að sé alveg það er svolítið síðan ég nota þannig held ég, en ég held að sé mjög basic eins og þú segir að skóla hellaði einu sinni íta því undir vaskinn, þið veit hvað ég meina berað undir bununa en þú veist náttúrulega sápa er líka eðli sinni þannig að er ekki sápa, þú veist, í svona sápustykkjum er þetta einhvers konar, þú veist, þetta er einhvers konar svona sýra sem að, þú veist, eyðir skítnum, basically, þú veist, ekki þannig eins og eldur eða eitthvað þannig, en þú veist, í grunninn, þú veist, eða út með skít á höndunum, þú veist, hann bítur á sápan, sýran í sápunni, bítur á skítin, það er svona rennurinn á þér, en þú veist, hann er ekki það eitthvað mikil sýra, þetta bíti á skinni á þér, ég hef ekki hugmynd, þannig að jú, þetta er held ég einhvern veginn þannig ég held að þannig virki sápa þú vilt meina þess að sápa og sýra sé að sama nei, en það er sýrustig í að sápum svona... en gæti maður þá ekki bara þvegið sig með sítrónu örglega, það er örglega hægt mæli ekki með því en líka þú veist þessi sápustykki var það ekki hægt að klístra ef þú tekur svona sápustykki og þeir ætlar að ganga frá því ef það er ekki bara pjúra svona sápu hefur ekki séð sápu hólf á vöskum eða svona jú, en það er ekki ef það er ekki og maður er að reyna að ganga og þá er svona rennu sápan bara eitthvað rennu ekki að hægt ég var einmitt á hótelum helgina og þá var svona vaskur þetta er svona modern vaskur, svartur og það var bara svona halli frá vinstri til hægri og það var svona sápa og ég lagði hana og það var engin sápa haldari hann lagði hana bara í brekkuna og svo var sápan horfin daginn eftir ég er ekkert fyrir bara, hvað meinar þú? hún hefur runni bara niður í niðurfalli hvað bráðna hún síðan bara hvernig var niðurfalli var bara stærra ég er ekki að tala um einhverja Fight Club sápu ég er að tala um bara einnóta sápa, þetta er bara hótelsápa ég tók ekki mína með ég sem segir Fight Club sápu bara ertu að tala um bara því það var sápa fram á kominu það var bara þykk sápa, ég veit ekki hvað ég ætti að segja mest að gott dæmi um sápu ert þú að tala um svona, var svona sápa sem er kannski meira eins og sem svo sími, gamall sími nei, ertu ekki meira að tala svona eins og þegar þú fara eitt súkkulaði í þetta er bara alveg eins og það er þetta ekki nákvæmlega það Hershey's en ég er að tala um svona, þú veist símastarð af sápu við erum samt bara allir að tala um sápu Fight Club sápan er öllið minni en þessi sápa sem þú tala um hann er bara að tala um, hann var að útskýra af hverju hún gat dotti honni í niðurfallið hvarf bara, daginn eftir var ég bara svona þetta voru ekki með 2 sápur, ákveðið með umbúðarinni ég sett henni í brekkuna og þá bara rann þetta niður yfir nóttina en bara áhuginni þitt gerðist, en mér ákveði að spyrja út í eitt þú varst að tala um eitthvað svona þvottapoka ég er að sjá með þetta er svona brotið saman eins og origami eða eitthvað og þeir eru ekki að tripna því þú veist ef það er eitthvað svona bastkörfu og ertu að meina með hvort að sé þú veist einhver annar hafa notað áður vinnótað eða eitthvað nei, þú veist, ég
fór að hugsa út í þetta því að þetta var eitthvað sem ég ætlaði að minnast á þettinum. Ég tók eftir að þegar ég labbaði inn á hótelherbyggi hérna helgina að þá var búið að gera eitthvað svona svona töff frágangur á klósetrúlun. Það var svona svo Já, það var eitthvað svona búið að fletta eitthvað upp á og maður bara, þú veist, ég ekki að djóka fyrir hvern þetta? Fyrir þig þú veist, nei, býtu þetta var svo tilgerðalegt þetta náttúrulega til að sína þér svo þegar þú kemur inn á hóteli að þú sést á fyrsti sem ert að nota þessa rullu því að þú sér hann byrjað þú nota þetta og þá er þetta strax farið í hak en þetta samt, sorry það er enda fínur það er pælingin með þessu en veistu hvað það er svona gangar frá endanum á klósetrúlunni veistu hvað þarft ekki veistu hvernig þú getur sanna að klósetrúla sér ný ekki þarna rífa upp hana litla límið á endanum það er sann svo gott þessi búin að gera það en kannski fólk þetta lím manneskjan sem var að gera það kannski var hún ekki búin að nota sápu þetta er líka ekki lím hvað er það þá? Er þetta ekki lím? Nei, það getur ekki verið, það er ekki bara svona Ekkert eitthvað lím, alveg svo er til mismundi sápu alveg til mismundi lím Hvað lím er það? Er þetta ekki bara brot á? Nei, við erum núna að tala þú veist, þegar þú kaupir nýja klósetrúllu pakka Já, þú rífur síðan fyrsti pappirinn Já, og stundur rífur maður óvart eitt blað í staðin fyrir veistu hvað er böggandi? Fer ekki hálf rúlla bara í að rétta hann af? Jú, gerir stundum Strákar, sorry svo við séum allir á hreinu með að við séum góða manneskjur látið ekki alveg örugglega blaðið halla fram af ég fatti, ég sé eitthvað á 9G eitthvað svona dæmi þar sem þetta er hinum við vegginn já, og svo var fyrirhandi kærastan og hún var bara, ég vil hafa þetta svona, hún sett alltaf svona ég veit ekki neitt heimskulegra en þetta sko. Ég veit margt heimskulegra þetta en hérna af hverju þetta eitthvað sem þú stendur fyrir Ertu að meina bara þetta debate? Snúður bara við Þið finnst debatið heimskulegt Nei, mér er það heimskulegt og það er augljóst rétt aðferð til að gera það Já, nei, hann dýrkar þetta debate Ég er bara að hugsa Þetta er bara að býða þetta detti fram af hinum megin Ég bara, það er engin þetta er svo að opna góstós bara svona að taka svona shotgun og bjóra eitthvað, að gera svona penna í botninu eitthvað eins og það sé bara eitthvað fara að debata það sé betra en að koma bara mér finnst það svipa heimskulega menn vilja meina, sko, þeir sem að rökraða þetta er að það sé betra grip þaðan, sko, því að sko, ertu með opnhanska þegar átt á klostinu hvað grip þarf þú? Ég er verið að tala Ok, fair enough. Ég er með þér í liði, ég skil ekki okkur út að tala við mig eins og ég verð bara svo pyrraður í heyrið út af því að það er engin rök sem heyrst og ég hef bara heyrt, út af þetta er svona og svo bara hort í augunum og gett pyrraður Þetta eru bara venjur, sko Já, en ég er að tala hvað af hverju átt að venja á eitthvað umrætt dæmi Já, ég skil bara ekki Hvað er sko? Og höfum eitt á rennu ef að þú myndir snúinni eins og vitlýsingar halda að ég snúa klósettpapír þá gætur aldrei gert eitthvað svona svan úr klósettpapírunum á hótelherbergjum til dæmis eins og þið viljið að sé gert Ég nefnilega hef enga þörf fyrir eitthvað svona lækkaði frekar bara verðu á herberginu ekki láta ykkur að þernun en að vera ykkur að föndra eitthvað það er búin að taka til Ef hún myndi leggja saman bara tímana sem fóru í bara yfir árið, auðvitað tekur þetta bara einhverjum sekundur þegar manneskjarnir þegar þú búin að fara í skóla en þú veist Þú pröfa að gera origami, erum við með eitthvað blaði hérna, getur þú pröfa að gera origami og það er ekki að gerast sko. Þú gerir bara skuttlu eða eitthvað eða gogg eða eitthvað Þú pröfa að gera origami og sagði mér síðan að það tækir bara nokkra sekundur Ég veit ekki hvað það er Origami er hérna, þú veist, þegar Japanar er að gera svona pappís það er ekki svona litla fugla Já, ég veit ekki, það er ekki svona japansk pappíslist að brjóta saman í fugla eða drega eða eitthvað cool shit Þannig að Já, ég fyrir heitt í hamsum mér alveg skýt saman með allt saman og mér finnst huggulegt að fara þegar það er búið að brjóta svona smá upp á klósett og þetta er ekkert eitthvað flókið, vanlega er þetta bara eitthvað 2-3 brot það er engir drekar og fuglar En hvernig inn á hótelherbergjum í fjandanum ná manneskjuna sem er að sjá herbergin að vakuumpakka lakinu Veitir hvað er erfitt að taka maður þarf kúben oft til að taka lög af rúmum Þú veist ef það væri barn undir þessu tökki þá myndi það kapna, skilur það er búið að tökka rúmunum og veit ekki hvað þetta basl ef maður fyrir bara, ef maður er á okkur hótel að spána eða eitthvað þá þarf maður Er þetta talum ef þú dirfist að setja og það því að það er ofta ef maður fyrir spánar eitthvað fyrir strákaferð eitthvað, verið fullur eða eitthvað svona bara fyrsta nóttina
að kemur heim og þú veist, svefnherbyggi eða rúmið tökt eins og þetta segja og hafði eitt sem hann ekki untökkaði áðurinn fyrir upp í og fest í fangelsinu sem þetta rúmið hafið þið lent í það? Ég lent í Er það meina að ná að skríða einhvern veginn undir sængina þú veist, og meðan hún tökkuð? Já, þetta basically bara eins og ef þú ferð þessi kottin og klæði eins og setur svefnpoki Já og svo svo heitt hana að þú fríkar bara út Þetta er eins og skera lítinn gat á vakuumpakka plastumbúðir og tróða sér síðan inn í þess Mér veist bara að þetta sé fast undir rúminu ég var alveg verið að trillast en það er skemmtilega að tala um eitthvað svona hluti sem pirra okkur því að ég og Gauti varum að tala um daginn og hann alltaf hvetið mig til að skrifa niður eitthvað svona topic fyrir okkur og það er eitt hluti sem fyrir ógeðsli tögunum mér sem ég þarf að veða Arnar bara eitthvað okkur bara slagar ekki á eða eitthvað ekki verið að setja orð í muninu ég var samt að spá þessu núna þið tveir senasta korteri bara múin að geða pirraðir yfir hluti sem mér bara alveg saman og bara stressa mikið neitt þannig ég spenntur fyrir þessu ok, ég hef ógeðslega oft lent í að vera á kassa þetta áður en að vélmennakassan tóku við að vera á kassa og maðurinn eða konan undan mér er ekki tilbúin fyrir það sem að gerast hún ekki með pinnúmer á hreinu hún ekki með kortu uppi, hún ekki búin að leggja inn á sig hún ekki búin að telja klinkið sitt þú veist, maður bara þú veist, hversu oft þarf það að fara í búð til þess að fatta hvað gerist þegar þú ert komin á kassan bara kannt ekki að fara í búð Nei, þannig, hvað finnst ykkur þetta? Er ég bara ógeðslega bitur? Ég legg eiginlega alltaf inn á kortið á kassunum Já eiginlega, sko, ég ætla að segja í 80% tilveika þá það tekur bara, þú veist 37 sekúndur eða eitthvað að leggja inn á kortið ég með nýjustu tækni og vísindi í símanum Já, ég var lent í stundum þegar ég fer inn á Íslandsbanka appið eða eitthvað og það er bara svona loading og svo eitthvað svona error, náðu ekki að tengjast og ég eitthvað, ok, aftur eitthvað face-scan eitthvað og að gera þetta bara eitthvað 3 gaurar í röð, bara eitthvað gaur okkur gæst ekki tjekka á þessu mannast bara versla, skilur að því þá var ég að finna kannski bara mægis eða eitthvað, skilur hvað ég var að stoppa í miðri búð og fara eitthvað að stoppa á miðum kassa Já, en kassi er bið ímyndaði bara fulla búð af fólki að leggja inn á sig hvað það væri bökundi búð Ok, góðu punktur en ein pæling þú voru að tala kassin er bara bið engin pæling að leggja inn á það þegar þú ert að bíða það, skilur mig Fattur, svo þú eru komin að kassan og gæðin bara eitthvað fleira fyrir þig hinkar aðeins, hvað er síminn, anskotin fær síðan að leggja inn á þig bara aðeins að leggja inn á mig Sko, má ég líka spyrja einu þú veist, að þú leggur út í vanna en að leggja inn á þig þegar að þú ert að borga er það bara hann að þú veist, að svo sem er afgreiða bara eitthvað, þetta er þú veist 5.520 og þú ert ok legg inn á með hana 5.520 og sagði 500 já, legg bara nákvæmlega inn á það sett sundum 2 skalli meira, skilur hugsaði bara þannig og ég veit ekki hversu mikið ég samt tengi við þetta, sko að leggja inn á, þú veist, bara fyrir nánast ég er alltaf bara með 10 skallunum í kortinu eða mér líður, sko, því meiri fyrirhöfn sem er fyrir mig að borga því meira valjú, finnst mér vera virði ég meira greiðsluna Hvað? Því meira þetta er bara, hlustaði ég var að hlusta með báðum eyrum hlustaði því meira vesen sem það er fyrir mig að fara gegnum greiðsluferli því meira virði ég peningi minn þú ert líka saman að fara og kaupa mjólk í Æslandi eða eitthvað og þú leggur inn á þar og byggir til þetta vesen og svo bara kaupa þér íbúð þetta tengið það nú ert þú það er mega vesen að kaupa íbúð það var ekki bla 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 og miljón skjöl og eitthvað svona nei, ég er að tala um, þetta er á sama hátt og ég kýs mér og núna pre-covid og ég mun aftur taka þetta upp þegar COVID er búið að mér finnst miklu betra að vera með peninga af því að ef ég er með peninga þá hef ég meira sens fyrir því sem ég er með í vasanum og meira sens fyrir hvað ég er að eyða skilur mikið klingi í vasanum mínu þá er ég búin að eyða mikið af penning ég veit þetta er fárlega rög ég skil það og því meira sem ég er að fara ef ég myndi bara leggja inn á mig 500 skall og lifa síðan á því bara í eitthvað langan tíma og vera alltaf að ímyndaði hvað þetta er ógeðslega mikið gerfi dót að vera eitthvað bullip með símanum ég er á Instagram og síðan er ég bara bullip og ég er búin að borga
Ég tengi við það. Það sem ég er að gera, borgarar Íslands að þjást fyrir það að þú nefnir ekki að leggja inn á það í röðinni, skilur. Þjást? Hversu mikið að fara á hugleið eða eitthvað, þetta böggar eitthvað svo mikið? Það chilli aðeins. Ég elska. Hvað finnst þér þetta? Og það er Gauti núna bara að svara fullum hálsi. Það sé ekki á því að leggja inn á sig og láta fólk bíða eftir sér. Og þetta er kannski, hann segir, þetta eru nokkra sekundur. En þetta væru engar sekundur en hann hefði gefið þessar sekundur áður en hann kom að kassanum. Jú, þá hefði bara vandamáli orðið til ykkur starf annars staðar. Hvað er við? Ég er ósammála því. Ég hefði gert þetta fyrir fram á gulrötunar. Hefði gulrötunar verið pirraðar? Nei, kannski ekki. Hefði ykkur gæinn ekki náð að tegja sig í gulrötunar? Kannski, mögulega, það hefði kannski verið það fyrir. Auðvitað getum við farið á rökrætti, ég hefði mögulega getið gert í bílnum. Nei, þá vissur ekki hvað það var að kaupa. En hvað er þú að segja? Já, ok. Þú veist, ég sóna út fyrir langa löngu. Ok, umræðan snýst það. Já, þú veist, ég mér finnst þú ættir ekki að leggja þig vana að leggja inn á þig þegar þú veist, þegar það er komið að þeirra borga. Og mér finnst þú í rauninni, og ekki bara þú sérstaklega, ef þú ert í röð í búð, þá áttu einhvern veginn, þú veist, þú átti ekki að vera eitthvað ofstærsaður yfir því, þú átt samt svona einhvern veginn að leggja þig fram við að hafa þetta sem þægilegast fyrir alla. Já, þetta er alveg rétt. Og þú veist, það að vera einhver algjörauðli og leita símanum og vera í andlitskannanum og eitthvað, þú kemur alltaf svolítið út eins og heimurinn snúið svolítið í kringu þig. Hafa fyrst eitt á reynu, ég er alveg sammála ykkur að tók ekki langar tíma ég er alveg sammála ykkur en strákar að leita af símanum, hvað eru þið með bakpoka í búðinni? Þetta er ekki, ég er ekki að tala um mig. Hvað er ég með 2 vasa eða eitthvað? Ég veit ekki eins og hvort að rassvasin sé saumaður saman að ég fer aldrei í hann, skilur við. Veistu hvað? Ég fattaði bara... Já, mér að það gæti gerst. Veistu hvað, ég fattaði bara eftir mjög langan tíma eins og á jakkafötunum mínum. Það er ekki alvöru vasar. Það er saumað fyrir þá, að ég myndi aldrei nota þá. Ég skilði, hvenær fattaði það? Bara einhvern tíma að ég var í veislu. Hann fattaði þetta. Innan á vassinu er en ég skal segja ykkur, það er gamla versjónu af þessu sem hefur farið í töðunar mér. Kannski er ég bara nýi gamli kallinn, en það er manneski á kassa og það er, já, þetta er 427. Já, býttu aðeins og tekur upp svona pingju. Gaur, þetta er nákvæmlega sama dæmið. Já, nema það tekur, þú veist, 37 mínútur. Þetta er nákvæmlega sama dæmið. En sko það... Það er í bingina. Sko þá er náttúrulega ertu vanlega að tala um, þú veist, einhvern sem er að telja pingjuna. Ég veit ekki, mér finnst það einhvern veginn oft geta bara verið pínu krútlegt, af því að þá líður mér líka oft eins og þetta er vanlega, einhvern sem er í eldri kantinum og mögulega bara ekkert með brjálæðslega mikið myndi handana. Hann er svolítið að passa upp á, þú veist, af því að, þú veist, ef þetta væri þú, það væri bara þú í búðinni, eitthvað telja klinkið úr pingunni, en ég myndi fucking snappa. En þú veist, ef þetta væri bara einhver gömul krútleg kona eða kalla eitthvað, þá var ég bara, þetta er gekkja. Já, maður er bara eitthvað moment. Þetta er eins og þegar þetta er svipa, maður getur verið í umferðinu og það er einhver sem er, þú veist, að heiða sér eins og maður á ekki að heiða sér, keiri allt og hægt eða keiri fyrir mann eitthvað og maður verður pirraður þangað til að maður sér að þetta er eitthvað krútlegu gamall, þá er maður alveg, ok, þú ættir ekki verið að keira en þér er fyrirgefið. Já, ég var bara og ætti bara alls ekki verið út í umferðinni en þér er fyrirgefið af því að þú ert rosalega gömul manneskja. Maður er stundum bara í stór hættu þegar að, þú veist, einmitt gamalt fólk er að keira. Það sem ég lendi í. Já. Þetta var ruggla moment. Ég er að keira á Miklubrautinni hjá Kringlunni, þú veist. Og við erum að tala um að það er, þú veist, girðing á milli og eitthvað og ég er að keira, þú veist, bara á 60 eða eitthvað og ég líti vinstri hinum megin við girðinguna og það er manneskja á jafn miklum hraða að fara í sömu átt og ég og gömul kona og það var ekkit svona, hún var ekki hrædd á svipinn, það var ekkit í gangi, hún var bara, já, ég er bara leiðinni heim, eitthvað, og þetta var svo hættulegt og sem betur fer, það sem að gerist er að ég fylgi bílnum áfram að næstu, hjá, það heitir Miðbær sem er hjá Safamýri og beigjan hjá góða hörnum og þar svona
fattar hún þetta og fer aftur inn á venjulega helmingin. En var hún ekki bara að fara í miðbæ, ekki eitthvað svona auglæknir og eitthvað þar? Jú, en pældi hvað ógeðslega hættulegt. Það eitt að keyra vitlausum vegahelmingi á miklu. Það eins hættulegt að gerast. Og bara svona að vera að fremja bankar á flýja. Nei, og líka, þú veist, veistu hvað getur gert í því? Eiginlega ekkert. Þú veist, allt sem þú gerir. Ég hef gert þetta þegar ég var nýkomin bílpróf og keyrði ég óvart vitlausum megin, fóru svona, þú veist, sem betur nótt. En ég var einmitt svo stressaður, hvað kannski gert? Já, þú getur, þú ætlar að taka handbremsubeygju á 60? Nei, en sem betur fyrir, þá voru þessu 3 akreinar, engin bíll og miklu betur en þú getur að tekið U. Já, ég tók bara U, sko. Ég lendi líka í þessu engtum að þegar ég reyndi að vara á Akureyri en nefnitt nýkomin bílpróf og þá lendi í þessu, blessunlega líka nótt að vera á móti umferð þegar veginni voru svona aðskildir einhvern veginn. Það var alveg fáránlega. Maður verður alveg pínu hræddur. Já. Finnst ykkur ekki fyndið hvað var gert á Laugaveginum bara daginn? Og ég er 100% stuðningsmaður þess að Laugavegurinn sé göngugata. Bara, en djúðlega fyndið að þeir voru 100%, svo kemur enn. Nei, það sem ég fyndið sem þeir gerðu var bara að Laugavegurinn var bara búin að vera í eina átt í, þú veist, öll árin og síðan breyttu þeir það svona pínulítið hluti af Laugaveginum sem núna í hina áttina. Og síðan var lögreglan þar bara sekta fólk á 1 milljón. Þú veist, mér finnst þetta smá eins og væri bara lögreglan myndir núna segja já, núna eru lögin þannig að Alþingi myndi setja lög bara, núna eru lögin þannig að allir keyra vinstra megin, en við erum samt ekki eitthvað að segja neitt mikið frá því opinberlega og síðan var við bara þið eru að gera vitlaust. Já, það gerðist við Breiðholti þegar á 60 guðunar og teknir í 30. Já. Svo bara að taka bílprófum bara öllum, foreldrum félaga minna, skilurðu? Mamma lendi í þessu bókstaflega á Seljabrautinni. Já, þetta var Seljabrautin líka sem ég er að tala um. Og merkingarnar voru engar. Nei, hún fekk í gegn að það voru sett upp skilti. Því hún fór með þetta mál og sagði bara, herðu, þetta er bara, merkingarnar þetta hefur alltaf verið 50-60 gata og núna eru merkingarna þannig að það liggja á götunni og ef þú keyrir á sama hraða og hefur alltaf verið í lagi að keyra og sérð ekki og sérstaklega keyrir niður Seljabrautina og merkingin er eitthvað svona bak við hraðahindrun í brekku og þú dundrar þetta bara fram í það flýgur yfir 60. Ég vilt ekki fyrir eitthvað svona, þú veist, þetta er svona pínu kvart skilur mig, en mér veist þetta 100% þessi stað og ég manlega eftir þessu, þetta var algjört rugl, það var ekkert fyrir að láta mig vita og ég frett af þessu bara gegnum pabbi félag mér sem misti prófið, sko. En hins vegar er ég á því að þetta, þú veist, að við erum að taka þetta debate, sko, að hámaksraði á flestum stöðum ætti frekar að fara niður heldur en þegar fólk er eitthvað, það ætti að fara upp ég bara, hversu mikið ert að drífa og þarft að vera 90 frekar en 80 Mér er drullu sama hvernig þetta er, svo lengi sem þetta sé vel merkt, skilur, ég er ekki að brjóta ykkur lög sem ég veit ekki er að brjóta. Nei. Það er svona, það er basically bífið mig. Já, en síðan líka bara algjör miskilningur sem að reynda fólk sem að hlusta rap miskilur ekki, það er ekki cool að keyra hratt. Maður lærir þetta af rap-vídeóum í gamla daga. Er ekki bara allt sem okkur fannst cool þegar hún krakkar, er það eitthvað cool? Mér eru alltaf fundist cool að keyra hægt. Já, og ég er ekki að tala um svona, bara, ég er að tala um, þú veist, rap-vídeó bara í einhverjum lóðrættir. Já. Keyra fárlega hægt. Já, og vera reykur út úr bílnum. Já. Og bíllinn að skoppa. Manstu ekki til mér í gamla bílum, ég var alltaf með þetta hallaðalega aftur, sást mikið á hliðan á gluggunum. Jú, fólk er bara, það er draugur að keyra þennan bíl. Stýrði undir hérna. Þannig að það er enginn að keyra þennan bíl. Ég tengi mikið við það, en ég lendi oft í því þegar ég hitti vini mín eitthvað, við fórum á fjórhjól eða bíla eitthvað, að þá var alltaf svona, já ok, hvað fer hann hratt, skilur? Og þá reyndi ég eitthvað ekki að stressa, titra, stýrið og eitthvað. Og mér fannst það greinlega eitthvað töff, skilur. Að fara hratt? Já, þú veist, að vera, það kemur kannski að næsta topiki sem ég er með, og það er Audi. Nei, varstu með eitthvað Audi topika? Nei, ég ætla að basically segja bara því nýrri bíl sem maður á því hættulegri verður hraðablindan því ég get verið ég sem betur fyrir, ég stilli átíðin þannig að ég, ef ég fer yfir 90 þá pípar hann á mig en ég hef alveg glimt mér áður en ég stilti ég glimt mér og verið bara 140 og bara fann ekki fyrir skilur Já, þetta er svo bílum sem þú leði mér að pröfa ekkert bara eitthvað þú veist, við vorum bara, einmitt fórum yfir 100 og það bara eins og væri á 30 sko bara með stýrið og þess vegna er oft líka bara fínt að vera á bara gömlum bílum sem er detti sundur að þá ef þú bara komin yfir 50 þá byrjar bara alltaf að ristast sko. þá ertu bara þú ert bara með að fulla vasa klingi í okkur gömlum bílum nei, ég er á glæni um átti sko. hann er hlæðsliðina fyrir þann ok, mjög svolt þarna nýjast umræði og þetta er hérna fyrir ykkur báða að mana ykkur
eða vera manaður. Hvað finnst ykkur þetta? Að man eitthvað. Ég þurfa að veðja að Gauti hefur verið manaður. Ég var fórnarlega mans. Mans. Já, 100%. Ég var fórnarlega mans. Alveg ég held sko eiginlega bara allt sem ég gerði, ég var eiginlega aldrei vondur strákur, ég var bara alltaf manaður. Já, af vondum strákum. Manaður af vondum strákum. Já. Og ég man, þetta var oft eins og, það eru 2 moment sem ég man alveg svona í fersku minni og annað ég ætla fyrst að segja annað, einhvern tímann hendi ég þess að vassblöðru inn glugga hjá manni og þá fór ég einhverja styttu sem brotnaði eitthvað og síðan kemur maður heim til mér brjálaður og eitthvað, hann braut styttu og ég er náttúrulega, herri, bara Diddi manaði mig, skilur, Diddi. Eiginlega ekki mér að kenna var manaður. Já. Ég tek enga, ég tek, pældi ég þetta, pældi ég bara getur já, varstu manaður, ok, hver manaði þig? Já, það heyri honum. Þú væri bara, já, við ætlum að setja 8 ára dóma á þig, af því að þú varst að flytja inn kókain og þú væri bara, já, en ég var í raun og veru manaður. Já. Sem samt eiginlega alltaf keisið í svoleiðis málum. Það var eitthvað sem ég manaði þig, annars brýti ég á þér hendurnar. Þetta er ultimeitum. En ég ætla að segja að ég er að muna sögu, ekki man sögu. Ég skal mana hans brýti. Herri, ég var í Hagkaup. Ég manna þig. Hvað er með það? Ég var í Hagkaup út á Nesi fyrir svona hálfu ári og það kemur, ég er á kassanum eitthvað að leggja inn á mig. Takaði þinn tíma. Takaði minn tíma og leggja inn á mig. Það verður svo fyndið að fá eða það verður eitthvað svona mynd from the wild, skilur, það verður búið að taka af þér alltaf á kassa. Þá láta alltaf bíða þér, ok, sorry. Og það kemur konu upp með mér sem er endur á undan mér, hann er ekki að bíða eftir mér. Og hún Já, ef hún er undan þér, hann er ekki að bíða. Hún var á undan mér, þannig að hún er ekki að bíða. Nei, ok, við náðum því. En finna samt, þú veist, að því hún fyrir að spjalla við mig, þá fara allir, og ég tek spjalli í röðinu. En það er annað umræðefni. Herri, hún segir, manstu eftir mér? Og ég segi, nei, ég verð bara að viðurkenna að ég bara hef ekki hugmynd hver þú ert. Hún segir, já, ég sendi henni svona lögregluna, hendi þín. Og ég var býtu, já, manstu eftir því að hafa einhvern veginn skotið konu með loftbyssu og ég var já, herri, og nú skulum við bakka 15 ára aftur í tíman upp í Breiðholti, Flúðasel 95, önnur hæði til hægri. Ég var nýbúin að fá lána loftbyssu. Ég fekk leyfi frá pappa til að fá lána loftbyssu á frænda mínum og síðan var ég bara eitthvað að skjóta í dósir og eitthvað svona dót og einu sem var ég einn heima hjá mér. Hún var einn heima hjá mér og það er kona að labba inn í stigagangin í næsta húsi og hún er ógeðslega langt í burtu, þú veist. Og ég fer út glugga og ég sé hún heldur á svona bedda og ég man svo vel eftir þess að hún heldur á bedda og ég eitthvað í heimskuminni hugsaði, ég ætla að skjóta í beddan og þá heyrist svona ding, þú veist, í játninu nema, auðvitað, þú veist, er ég ekki kúreki og ekki besta skittan, er ekki lukkuláki þannig ég skýt út í gluggan og sé að hún bara missi beddan og eitthvað svona heldur þetta hálsin Jésús, samt alveg gott sko. Já, og við erum að tala sko ég ætla að segja þetta ég er með rosalega blindu á fjarlægð en ég ætla að segja þetta hafi verið svona 60 metrar sem ég skaut. Veistu eitthvað hvað 60 metrar er mikið? Ekki hugmynd. Hljóma þannig. Skýtur það, síðan stuttu setna þá er bara 2 lögreglumenn sem koma heim til mín og mamma tekur á móti þeim og hvernig við svona þú ekki? Hún bara horfði í gluggan og ég eitthvað þú veist, panikaði skilur og þess að bæði fær mamma bréf í kjölfarið frá barnaverndarnefnd og byssan er tekin af mér og ég er skráður ekki á sakaskrá, heldur á málaskrá fyrir ólöglegan vopnaburð og Ég vil taka fram að JFK var skotin af 80 metra fjarlægt. Já, þetta hefur verið svona 60 metrar þá eitthvað. Ok, ég ætla ekki trúbla söguna meira, ég ætla bara að setja samingi, 80 metrar Lee Harvey Oswald skaut Kennedy.
Ok, ef ég að hugsa þetta í skrefum þá voru þetta kannski svona 35 skref 35 skref, ok, þú veist að það ætti raunin að hafa að vera 120 skref ef þetta voru 60 metrar, skilur mig já, voru þetta 35 skref þannig að það voru basically svona 10 metrar eða eitthvað. Nei, hvað meinar þú? 1 meter, það er ekki 2 skref í 1 meter það er 1 skref 1 meter, þannig að þetta er svona cirka 35 en metrar feet í Bandaríkjunum er talað að vera svona skref skilur, þetta er það bil 1 foot já, og þetta er 265 fyrir 80 metra erum við þar? Erum við í Bandaríkjunum að mæla feet? Ég er samanlega gauta þegar þeir eru lítið þeir eru kent að cirka 1 gott skref sé þú veist já, ok, þetta er step ekki, þú veist, þetta er stendur foot við erum á Íslandi já, fyrir nátt hún segir við mannstætti mér og hún rifir þetta upp og ég var bara wow, er þetta grínast en eitt bara beint framlega þessu það eina skipt sem sást hana var það eitthvað fram á 60 metra fjarlæð út gluggan og áttu þú bara mun eftir eitthvað nakkar sem var sást þegar þú varst 15 ára grínlega þú veist, hún náttúrulega hendir í samt hendir í varstu bara, sweet maður, ég var því tekin af mömmu minni radical maður gott að sjá þig frábært, takk fyrir að haft það hey, ég hef ekki séð ég hef aldrei séð áður en ég hef aldrei hvað var þeim bettan? Get svona, já alveg hvað að frétta bettan, hvernig ég í hálsinn hér endar þetta basically bara þannig að ég eitthvað svona og knús hana og eitthvað frábært að hitta algjört moment og það er úslega fyndið eitthvað rekast á pældi líka, sko það sem ég skil ekki alveg er hvernig þessi pía veit að þetta var ég þú veist, hvernig hún tengir saman það verður ekki skemmt fyrir og það voru frægur síðan nei, en lusta, ég veit það alveg en þarna var ég náttúrulega er það ekki bara svarir? En hvað heldur hún að vera að trakka nafnið mitt í mörg ár og síðan fundið út úr já, hann alltaf fór að rappa ef hún býr 60 metrum frá heimiliðinu, þú veist bara er ekki alveg eitthvað basic dót og hún bara svona viti hvað mamma henn er og viti hvað helvitis pjakkur þetta er og einhvern veginn, þú veist átti svo á því þegar þú út og nefnsi gaut eitthvað svona, já, þetta er þessi fucking gaur þessi gaut mig einu sinni þegar ég var bara með bettan minn hvað er þessi skaut, já, þegar ég var eitthvað að reyna og hún segist, sko, hún hafi fengið þú veist, feit bara marblett á hálsun ég hugsa bara, djöfull er ég ógeðslega góð með skotofn og þú veist að heppir maður þú veist, bara ég tala ok, vá, þetta hljóma illa ég bara veit að pabbi minn lendi því þegar hann var yngri með eitthvað svona ykkur á loftbyssu eða eitthvað skaut gæja, var eitthvað alltaf þeit upp ykkur sand eða eitthvað skítrótt gæja augað, bara búið skilur gæjan bara var hann með betta, þessi hver? Nei, hann alltaf var með 2 augu hann er með 1 auðvitað svona skaut pabbiðin auga úr manni ég ætla að vona ég sé að fara rétt með þetta en já ég vona ekki, ég vona þetta ekki já, ég vona líka, ég vona innilega ég man ekki hvað það var pabbi eða Mark Wahlberg þetta getur verið Mark Wahlberg ég elska að þú segir, ég vona þetta sé rétt mér finnst það nei, menna gæinn, hann er bara einhver Nick Fury, skilur bara levelað upp í lífinu, núna er hann með eitthvað þing hérna mögulega Kári sem hann skaut Stefánsson ég veit ekki svo hvað það skaut, já nei, pappi er þá á lífi nei, en ég vona að þetta hafi verið, ég vona að pappi sé ekki að ljúga mér það er byrjlega sem ég að segja ég vona alltaf gæinn sé heilla húfi og hann sem er 2 augu og svona en þess vegna voru þetta heppin að skotin í hálsin ekki inn í eyrað eða eitthvað voru þið að leika ykkur að gera svona tútubussur þegar þú yngri já það er mjög hættulega og pælir í því bara, þú veist var ekki allt hættulegt sem hann að gera það er geggja og komast inn á það við erum gæmlega að byrja að væpa á það ég var með skrifa sem topic leynistaðir og vopn sem að gera þessum krakki og það ég átti boga og ég maður að ég og félag mér svona leynistaði í Móa og við gerðum alls konar gildur þannig að það var alltaf að koma og svæða okkur já, þú veist, og ef maður hugsa tilbaka þá er ég bara óslega heppin að koma ekki eftir hann og eitthvað gæi hefur stíja og eitthvað band og þar kom bara eitthvað svona naglaspýt hvað var það að gera bara eitthvað Indiana Jones já, basically við gerum bara að ringi í kringum eitthvað svæði sem var, þetta er bara birkitré, skilur þetta var ekkert flott hann að það við gerum sko svona við rifið þetta upp, við gerum svona gildur sem voru, þetta var meira svona að fokk í vinu sinn, þá
gróf maður stóra hólu og sett síðan greinar yfir og síðan settir maður gras yfir það. Þú settir ekki ykkur að skatta ón í eða? Nei, það er svona hræðilega hugmynd. En síðan var maður bara tálgangu spjót. Kottu, hlöftu og maður láta vini sem hlaupa og kannski, hlaupa, ég veit ekki hvað hleyp getur googlað fyrir okkur, hvað maður getur hlaupið hratt bara meðal manneskja og síðan þetta hlaupa full speed og löppina þeir festist hún í hólu á leiðinni. Það er svo easy fyrir hana að fara í öfugt og bara snapp í tvent, Sko með svona leynistæði, þú átti þetta mikið á Söðurkróki. Já, líka því ég bygði á Söðurkróki, þannig að það bara stutt í náttúruna og sveitina og allt það, að ég átti alveg nokkra. 10 km hraða, fyrir ekki? Allt í góðu. Meðan maður hleypur 10 km hraða. Já. Ok, þú veit? En sko, það sem minnst til að minnistæðar er að þegar maður rampa inn á leynistæði einhverja annara. Já. Og þú veist, kannski einhverja svona eldri stráka sem voru að fela klámbluð og eitthvað. Þú komst í stasi á einhverjum öðrum. Ég man alveg bara mjög eftirminnilegt eitthvað svona 2 minningar af því að hafa bara, þú veist, bara jackpot bara í fucking jackpot maður. Fullt af einhverju Playboy-blöðum. Hvað, er þetta eitthvað, ertu Bart Simpson eða? Já, það er ógeðslega fyndið en ég tengi ógeðslega við þetta. Að finna klámbluð á leynistað. Já, við náttúrulega líka tókum með okkur svona höstlegar eða eitthvað og vorum að fela svona upp í tré. Já. Svo er náttúrulega bara komið rigning, skilur. Já, og þú veist, einhvern tíma fann ég þetta í svona yfirgefnu fjósi og allt í einhverju fucking ógeði, sko. Já. En þú veist, bara maður gerir mjög litlar kröfur til erotíkur þegar maður er lítill. Já, en djúðlega líka fyndið þegar maður var að byrja að spá í svona hlutum svona hvað var mikið vesen og þetta var svona, þú veist, þetta var svona smá bara eins og þú veist, ég get ekki bara, ok, þú þurftir að eiga eitthvað og fela það en þú gast ekki, þú veist, það var með klámblað, ég man eftir þess að vera með eitthvað klámblu, eitthvað bleikt og blátt, eitthvað felað undir dýnu minni svo mamma myndi ekki finna það heima eitthvað svona. Eins og hún myndi ekki, veist ekki nákvæmlega myndi að skilja ekki bara lyft dýnu. Já, einmitt. Elskar þetta var alltaf eitthvað svo safe. En mér þess að fyndi, ég var að hlusta eitthvað á podcast daginn og það er gæi basically, hann er öllum eldri við, kannski 20 árum eldri eða eitthvað og þá var hann að tala um þegar hann var lítill að það var alltaf bara einn vinur í bekknum sem var gett góður að teikna og borgar honum $2 og gerði hann svona að teikna hann brjóst fyrir í alvörinni. En pældi hvað er ég væri frekar en að vera eitthvað úlingur á internetuna að vera að uppgöta kynlífi gegnum bara klámið sem er bara aðgengileg þar. Þá er þú veist, ég er bara þakkláttur fyrir að hafa bara verið á einhverjum leynistað að finna einhver, þú veist, rennblöyt ógeðsli blöð þar sem að þú veist voru brjóst. Já, og það sem bara high-five að vinni. Fuck yeah, maður. En síðan er þetta líka, ég fyrst hugsaði eitthvað, vá, þetta er ógeðslega weird eitthvað, en auðvitað er bara töluvert hollara að vera að fróa sér yfir einhverjum teiknuðum brjóstum sem að nonni í bekknuðinum teiknaði, þó svo að þetta sé alveg svona, það er ógeðslega já, bara í staðin fyrir að horfa eitthvað gangbang bugaki, klám, sko. Og alveg bara úr símaníðin, skilur. Já. Þetta er orðið mjög mest allt og fokkin öðvöld, maður. Já, þetta er miklu svona Voru þið aldrei að downloada klámið, þú veist, á DC++ og tók bara vik og fá það eitthvað? Og svo var það bara ég var eiginlega meira bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað að googla brest, þú veist, eitthvað svona, eitthvað svoleiðist, þú veist. Brest? Líka ekki bús. Googla brest? Ég tala England, ég bara eitthvað googla eitthvað brest út. Ég eitthvað, brest klám? Hvað varstu með eitthvað acquire taste á klámi? Sér eitthvað 12 ára gæi. Ég var að googla boobs with breast. Og líka bara svona nöfn sem maður var bara eitthvað Pamela Anderson bikini fótó, skilur þú? Ekki segja mér og hafður ekki skoðað bara eitthvað stúpid. Ég er samt að DC++ var ekki þegar ég var 12 ára, skilur þú? Mér minnir þetta hafi verið þegar þú veist 14, 15 eða eitthvað. Ég man eftir ég að hafa fengið bara eitthvað svona. Það var bara eitthvað að downloada fyrir þig. Já. Og bara fengið USB-líki með eitthvað iPod. Já, þú veist, bara eitthvað M-box. Einhvern mann sko, þegar einhvern tíma fekk ég bara í sorry, ég sé grípa fram ég bara var að mununda að einhvern tímann í þú veist 13-14 ára ammæli þá var bara vinur minn gaf mér gjöf sem var bara skrifaður diskur bara með þú veist bara klámynd það var bara mynd með Janet Jameson
já, bara, þetta bara fucking geggjuð gjöf hann bara eina sem hann gerði var bara skrifa disk og gefa mér þetta mjög ég tengi við þetta sko, maður var eitthvað svona að fá flakkara lánaða og hendir á tölvuna og eigið í einhverju möppu sem hét homework homework bæta einu við maður gerir kannski möppu og sem 20 möppur og inn í einni möppunni og aðra 20 möppur þannig að, þú veist, leynistæðirnir hættu kannski að vera í einhverju fjósi en þeir voru komnir í tölvuna sko mér líka bara fyndið að allt í þessar umræðu að þú veist, við höfum aldrei talað þessa hluti en við erum allir að tengja við bara nákvæmlega sömu hlutina þú bara, þú lýsir sem fólderum í tölunni ég veit maður og með skrifaðan disk ég fekk einu sem þannig en þá stóð eitthvað svona á hann bara eitthvað geggjastöf bara die hard nei, þú veist, þetta fokkaði mér alltaf upp og ég bara eitthvað þú veist, hvað félagi minn eitthvað að pröfu kera þetta fyrir mig eitthvað geggjastöf, eitthvað reyt eitthvað disk og ég gat aldrei verið eitthvað bara eitthvað þú gafst aldrei rungaði með hreinni samvinsku í rauninni yfir þessu já, ég var alltaf bara eitthvað en þá var þetta eitthvað að tjekka okkur stöffi fyrir mig ef við tökum síðan, ég vildi óska þess bara quality control já, þetta er bara eitthvað og voru eitthvað sem komist ekki í gegn ef við tökum aðeins umræðan fyrst við erum að tala klám og verðum við líka að taka neikvæðapartan að því að þú veist, þetta er svo í dag, þetta er svo, hvernig virka þú er náttúrulega bara komið síma skilur þau í kringum ég er bara verða vikina í 10-12 ára þú komst mér á lagi með það að það er frekar langt síðan að horfa á klám já, kom ég þér inn á það já, þú varst á okkur svona season, ég veit ekki hvort er það ennþá þú bara varst ekkert að horfa á klám þess tíma og varst að tala bara þetta bara fokka manni upp maður ég var heyrðið mitt umræðuna Aron Móla við Sölva daginn og þar er Aron að tala hann sé bara horfir ekki á klám og ég finn alveg fyrir því ef ég sleppi alfarið að horfa á klám þá er ég hreinn í hausnum þó svo að ég sé ekkert eitthvað kannski frá degi til dags að þetta sé eitthvað að rústa lífi mínu en ég finn samt að þegar ég sleppi og þegar ég hætti að setja þetta í einhvern vana þá líður mér betur og maður hugsar heilbrigðara, það er bara staðurinn ég held líka bara, það er allt og aðgengilegt svona, náttúrulega bara 90% af þessu er mjög grillað og ég er samt að hlutir eins og alla, nei, come on bara klámyndi, það er ennþá bara algengara að menn brundi í andliti á konum þeir eru búnir, og þetta er svo dominerandi og slæmt fyrir ímyndaðar að vera 12 ára og þú byrjar að skoða þetta í laumi, að þú ert ekkert eitthvað geti sýnt mér mamma og pappi hvernig ég á að horfa á þetta skilur, þetta er algjör aðtöpt svo þú tekur í laumi og ég vona svo mikið að fræðsla að þessi komin þannig klámfræðsla í grunnskóla að það ætti að vera klámfræðsla það sem er útskýrt fyrir þér að þetta athæfi eins og það á sér stað í klámyndum er ekki eðlilegt kynlíf og hefur enga tengingu í eðlilegt kynlíf já, þetta er bara eins og Avengers og vennilt fólk skilur. Já, þetta er bara mikið bull sko. en bara síðan líka þú varst bara að tala þetta með þú veist, efnið sem er á þessum síðum að það er náttúrulega líka búið að vera í umræðinni að það eru, þú veist, bara inn á Pornhub eða eitthvað, þeir eru náttúrulega langstærstir að þar eru, þú veist þar inni eru bara straight up nauðganir já, og bara stelpur sem að berjast fyrir að myndböndir séu tekið niður og barnaklám já, bara, það er bara hann inni já það er búið að vera mikið umræðan þetta Pornhub er samt, held ég bara svona eins og YouTube eða eitthvað, bara plattform sem er bara að vera neglinn fullt já, en sem er það er einmitt pointið að hver sem er getur farið og upplótað hverju sem er og það er mjög lítið quality control sem þýðir að margir bara seðlausir fokkerar út í heimi þannig að við geta hangið inn í kannski ykkur dag eða eitthvað nei, sko ekki bara það ég mynda, það er svo erfitt að setja í samingi endilega við Ísland og það er örugglega eitthvað svona í gangi hérna líka en ég mynda það er kannski bara og er ekki einhverja stelpur á OnlyFans eitthvað á Íslandi já, býtu, klárum Pornhubið sem er bara að það er kannski einhver pía, tökum bara einhvers konar dæmisögu, pía sem er í neyslu sem er neitt til að ríða einhverjum ógjöfum í
fyrir fram að myndaðil því ég postaði inn og gaurin að hagnast á að fá views og selja einhverja auglýsingar inn á það og eða sex trafficking eða fólk pjúra neitt inn í eitthvað og það ekki nógu mikið quality control inn á Pornhub og það ekki verið að fylgjast nógu mikið með hvað sumt af þessu dóti eða mikið af þessu dóti líka bara dótur engaeigu, eitthvað sem að þú veist, segjum að þú hafi sendt mér bara myndað þér og kæristunniðinni ég upplóta þessu inn og ég næði aldrei að fokkin internetuna því að interneti virka þannig og sérstaklega ef það ekki veist, það þarf að vera bara endurasta liði að vinna á einhvern server þar sem bara, herðu, nennir að taka þetta niður þetta á ekki að vera hana, þetta bara bullshit en oft stelpur að berjast fyrir því að láta taka út einhver vídeo á sér ég samt ekki, þetta ógeðslega leiðilegt að segja þetta en ég ekki bara svona, þú veist besta svona skyndilausnin ákvæmt núna, þú veist, að bara að taka ekki, þú veist, ég veit náttúrulega að sumir komast ekki hjá því en að vera ekki að taka upp þessi persónulega vídeo, þú veist hvað að tala inn á einhverja síma með cloud service og allt þetta kjafta, út af því að þetta er rétt samt að segja, það ekkert quality control og eitthvað svona, ekki gott og maður myndi vona veist, en þetta hætta bara yfir höfuð bara það gæti verið að hakka síma þinn, skilur auðvitað hætt á því en ég ætla ég veit hvað þetta fara með þetta þú veist, ég bara segja valid spurning, mjög góð og valid spurning en ég held að ég sé ósammála því að því að mér finnst frekar þetta dobla down á quality controli heldur en að vera mér finnst að ábyrgðin liggi aldrei hjá mannesku sem brotið á sama hvernig dæmið og ég til dæmis ég ætla bara að viðurkenna hérna ég gerist sekur það heil lengi að taka þátt í bara eins og maður fekk myndir sendar af píum, skilur og maður var eitthvað að senda á vinn sín okkur svona dót og manni fannst þetta eðlilegur hlutur og mér finnst nauðsynlegt að tala þetta í dag og sína fram á hversu ótrúlega brenglu hegðun það að taka þátt í þessu eins og við tala á hann, eitthvað að vera svalur og eitthvað þegar maður yngri þá áttar maður sér stundum líka ekki á því að þú fannst þetta töff, þú varst með eitthvað sem ekki fekk skilur eða eitthvað, ég manna ekki baku hvert einasta vídeo eða mynd sérstaklega úr engaeigu bara líf og það bara alvörunni líf alvöru tilfinningar og fólk sem að mun þjást ef þú ert eitthvað fucking with her private stuff skilur algjörlega það þarf ég veit ekki hver lausnin í grunninn en ég held að sé alveg fín byrjun að minnka klámnotkun ég held að sko þú hafi bara byrjað á einhverjum endanum hana með því að bara sleppa þessu það sé, þú veist, ef þú ert að leita einhverju lausn, einhver sem þú getur persónulega gert, þú veist, ef þú ert ekki að fara bara, þú veist, út og með þarna, þú veist, bara vopnaður og berja á þessum bransa og finna á sem á baku Pornhub og fara persónulega heim til þér og bara drepa það eitthvað, þú veist að þú ert ekki að fara að gera það, en þú getur að minnstakosti hægt að leita í þetta og googla bara breast og bara teiknaði einhverjar semi-realískar myndir á breskum júlum það er svo svona